Sighvatur Sturluson, miðbróðirinn, að hann kvænist Halldóru Tumadóttur sem af ætt Ásbirninga og reyndar Haukdæla líka. Og þau eignast mjög mörg börn. Elsti sonurinn Tumi, sem alltaf var kallaður Tumi eldri. Og fljótlega verður Halldóra ófrísk á nýjan leik og gengur með sitt barn fullan tíma, en eitthvað gengur illa að koma fæðingunni af stað, þannig að hún svona tefst eitthvað í tíma og fólk hefur áhyggjur af þessu. Og Guðný Böðvarsdóttir, sem að býr þarna rétt hjá í Hvammi, en þau búa í Hjarðarholti í Dölum, að hana dreymir mjög einkennilegan draum. Og hana dreymir að fæddur sé drengur í Hjarðarholti og að hann muni heita Vígsterkur. Og síðan fréttir hún það daginn eftir að fæddur sé þessi drengur og honum hafi verið gefið nafnið Sturla. En þessi saga sem þarna talin, þarna sögð þennan draum ömmunnar, mikið svona fyrirboði og allir túlkan sem fyrirboða að þarna sé fæddur mikill herforingi, mikill foringi, mikill leiðtogi. Og ef maður horfir síðan í raun og veru á líf þessa unga manns, að þá sér maður að hann strax í miklu uppáhaldi hjá foreldrum sínum, sérstaklega föður sínum, og það allt saman á kostnað eldri sonarins, Tuma eldri. Og úr þessu verður afskaplega flókin deila, svona fjölskyldudeila, fjölskyldudrama, þar sem að Sturlu hampað á kostnað sem sé frumburðarins Tuma. Og þetta á eftir að hafa mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér. En maður sér að þarna það fylgir Sturlu einhvern veginn þessi orðrómur, þessi vitrun, að hann sé eitthvað sérstakur og það muni verða mjög mikið úr honum. Og þetta þekkjum við nútíma geðlæknar og nútíma sálfræðingar mjög vel. Það þegar börn alin upp við það að þau séu afburðagreind eða afburða fólk á einhverju sviði, að það fer sjaldnast vel. Að barnið einhvern veginn koðnar undan þessum miklu væntingum sem til þess eru gerðar. Og til miður að þá var það eiginlega tilfellið með Sturlu, að þessi draumur Guðnýjar átti eftir að verða honum dýr.